Já, góðan daginn. Velkomin á Fætur, kæru Pingjuhálsar. Í dag vonandi hann volgur. Í dag föstudagurinn 3. júní. Sumarið farið að banka dyrnar og ég held að sé voða létt yfir öllum núna þessa dagana. Ég myndi halda það. Já, búið að vera svona sæmilegt veður. Já, það kemur kannski ljós á eftir. Ég held sér létt yfir öllum nema þeim sem eru kaupendur á fasteignum í dag. Kemur það ekki ljós eða? Og ég verð að viðurkenna að það ekki búið að vera neitt sérlega létt yfir mér. Nei. Maður búinn að vera að gera tilboð og það bara höfnun. Þetta náttúrulega orðið gjörsamlega galið. Það eru hólur í veggjum, ég sett inn tilboð sem ég hugsaði bara, þetta bara hreinlega, þetta of mikið. Já. Ég hugsaði bara, fuck it, ég ætla bara að claima þessa fasteign. Já. Svo bara instant svar bara, þá eru mörg tilboð hærri en þitt. Bara, hvað að gerast þetta? Sko? Þetta er Ásgeir. Þetta er Ásgeirs bólgan. Damn you, Ásgeir. En ég heyri að þetta er góðu fasteignasali. Já, hann er að hámarka verðmæti. Er það ekki? Hann er lebur, sko. Já, vel perandi. En svona er þetta víst og maður þarf bara að lifa með því. Já. Maður náttúrulega getur alltaf farið bara í tjald upp í Heiðmörk eða einhvers staðar, sko. Eða Laugardalinn. Keypt sér jáfnvel bara lítinn húsbíl og flutt þangað. Já, veitu, hvar er byggðin? Það er einhver byggð svona í kringum Reykjavík, held ég? Já. Er það ekki? Jú, einhver svona, bara, hvað heitir þetta? Svona húsbíla byggð einhver? Ég veit ekki hvar, ég hef aldrei komið að það. Nei. Er þetta hverfi eða heitir þetta eitthvað? Ég veit það ekki. Nei, ég þekki ekki. En annars erum við með nokkra, svona skemmtilega punkta í dag. Já. Þetta var nú svona sæmilega virk fréttavika. Það ímislegt, ég meina, sko, það er komin hérna tilkynning Ölgerði með 7.000 hluthafa, Fossar orðin fjárfestingabanki og svo er reyndar eitt sem það er eitt sem ég langar kannski að byrja bara þáttinn á, bara svona til að taka upp þráðinn frá síðasta þætti sem ég var að ræða morgunkotin. Nú erum við náttúrulega með nokkra die-hard aðdáendur. Já, þessi veikur. Og þessi er alveg fárveikur. Og við fengum aðsend gögn markaðshlutdeild, hvernig markaðshlutdeild morgunkonna skiptist á Íslandi. Já. Og þetta er í rauninni að maður áætla þetta sé svona 90-95% rétt af markaðnum. Og þarna vantar til dæmis Costco inn í. Já, og svo við tökum smá recap. Þú varst náttúrulega með Coco Pepsi's Back. Þú varst með samantekt á þeim í síðast þætti. Já. Við mætum hérna upp á skrifstofu á mánudaginn. Já. Og það er umslag mert hengjan og þetta er handskrifaðar upplýsingar. Ég hef aldrei farið í bónus á þess að sjá þennan mann, maður heldur hans í vörutalningu en hann er að fylgjast með markaðshlutdeild á morgunkornamarkaði. Þetta eru örugar upplýsingar sem við erum í höndunum. Það er nokkuð ljóst. Þetta eru örugar heimildir og bara svona aðeins til að fara yfir þetta svona á hundavaði, þá er Seriós náttúrulega risinn. Hann er risinn á Íslandi og eins og ég nefndi síðast bara í heiminum. Já. Akkurat. Og þetta er 21,5% markaðshlutdeild á íslenskum markaði. Sem Seriós er með? Sem Seriós er með, já. Og ef við förum bara yfir hérna söluna 2020, þá voru þetta tæpur halvu milljarður, 475 milljónir í sölu á Seriós, bara á Seriós pakka. Og það eru 390 tonn af Seriósi. Ég held að einingin er sko... Já, þeir eru með hérna, sko, það er Seriós 570 grömm og svo Seriós 2500. Það eru svona vinsælustu vörupakningarnar frá Seriós. Já. Og þetta er, eins og ég segi, þetta er svona, þetta er á þessu, 2020 var þetta með þess að 24,3%. 2019, 25,9%, þannig að þau eru eitthvað búin að lækka. Já. En svo er næst á eftir, þá er það Special K. Okay. Og það er voru með 8,1% markaðshlutdeild 2020. Þú sér það, Seriós er 21 og næstur og eftir er 8%. Ef við miðum við 2020 þá er það 24,3% og svo 8,1%. Já, ég sé þetta hérna. Þannig að 2020 Seriós, Honninat Seriós segi, þau eru með 8%. Það fellur ekki eins og undir Seriós. Þannig að þú veist, Seriós brandið, þannig séð, er með einhverja 2020 bara þriðjungs markaðshlutdeild. Svo er Coco Puffs, það kemur í 5. sæti. Vítos er á undan þeim
Sko nú ég að spá í 2021, Vítos með 5,6% markaðshlutdeild og Kókó Bus 5,5%. Kókó Bus var með 10,1% árið áður. Þetta hefur sennilega með það að gera að þau dett út þarna mitt ár 2021 og þess vegna markaðshlutdeildin orðin svona lág sko. Það verður gaman að sjá hvaða prósentu þeir rífa í á þess ári. Það komnir inn aftur og... Já, það verður áhugavert að sjá en þau eru hérna sko þau eru í rauninni árið 2020 þá eru þau næst stærst á eftir Seriós sko. Ekki þá Honninat Seriós tekið inn í sko. Já. Þannig að það er skemmtilegt að sjá sko Kókó Puff sé númer 2 hérna 2020. Mér finnst þetta athyglisverðar upplýsingar. Jú, þetta er vissulega vinsælt, við vitum það en þetta er mein óholt eða var það allavega. Já. Seriós sem Seriós talaði að Seriós sé svona í hótari kantinum á þessum morgunkotnum. Já, ég dælis í krakkan sko, þannig ég vona að þetta sé holt sko, ég er aldrei neða, já. Þú veist, Kókó Puff einmitt þannig að kemur á eftir en samt muna nú alveg stór miklu. En enga síður, þetta eru mista stórmerkilegar upplýsingar og gaman að reyfa þetta og við þökkum heimildarmanni okkar kærlega fyrir þetta. Kærlega. Skemmtilegt að fá svona djús sko. Já. Og það er kannski... Þetta eru ekki opinberar upplýsingar. Nei. Og það eru 2 íslensk þarna, segir ég, gott fæði og náttúrulega gott. Hefur smakkað þetta? Nei, veist hvað þetta er? Þetta hef ég ekki smakkað sko. Gott fæði Nathan Olsen. Ég var nefnilega... Frá náttúrulega gott? Nei, ég hef ekki prófað. Ég var einhvern tíma með þá hugmynd að fara að selja 16.8 svona morgunkornar pakningar. Já. Sem það er bara tómur kassi í morgunkornar. Já. Og þú bara tekur það 16.8 og þú ert að fasta fram á hátti. Og það væri bara á, þú veist, einingaverði. Já. Hvernig hefði það verið? Skemmtileg hugmynd. Þetta er svona eins og hérna... Ég let ekki verða að þessu en... Það var selt bók hérna það var eitthvað hérna 100 hlutir sem að kommunismin hefur gert gott fyrir okkur. Já. Bókin var auð. Já, ég var einmitt að fara að segja hvað í anskotanum það við. Þetta er svona svipað viðskiptamódel sko. Já, akkurat. Hérna... Ef að Gummi Bónus er að hlusta, þá hérna, og tekur vel í þetta, þá erum við að fara að selja 16.8 morgunkotni fyrir jólin. Mókin, þetta eru svona, hvað er þetta ekki bara bleikar pakningar? Og það er morgunverðarskál, hún er tóm og það er einhver fígúra sem er að svelta sig. Bara eins og allir í 16.8. Eins og nefndir í síðasta þætti hérna með sko hvernig það er alltaf svo staðlaðar auglýsingar. Já, það er bara skálinn og fígúran. Jável kramin mjólk við hliðina á, bara tóm ferna sko. Kaffibolli við hliðina og máttu alltaf að drekka kaffi á föstunni. Já. Og kannski hérna 16.8 morgunkorni. Og kannski ein skruf hérna að dolla. Já. Og við viljum náttúrulega benda það, skrufir okkar nýji samstarfsaðili. Já. Og nú er ég stórneytandi. Þú ert neytandi. Já. Ég er neytandi en hérna ég get alveg votta fyrir það að þetta var umbreyting á lífið mínu. Þegar þú byrjaðir í þessu? Já, þú veist, fór úr gamla og yfir í skrufið sko. Já. Það er ekki spurning og hérna... Útskýrið aðeins fyrir mér með sko grömmin. Já. Er ekki mismunandi styrkleikar? Jó, það er mismunandi styrkleikar. Já. Þetta er hérna Super White nr. 5. Það er slatta nikotíni. Ég held að það séum 16. Ég nefnilega svolítið eins og... En fara alveg í það herra sko. Þú þekkir hvað sommelier er? Nei, þekki það ekki. Það eru svona æðstu vín sérfræðingar í heiminum. Þú ferði í þvílíkt strangan skóla til þess að geta smakkað og sagt allan fjandan vín. Svo er einhver af þeim sem þurrka sig, hætt að drekka og geta bara smakkað að þefað. Ég er svolítið það með þetta skruf sko. Mér er svo gott að hnusa en ég er ekki dísu. Og skruflyktin er góð, þetta er mynda. Og ég myndi bara segja, þú veist, eins og fyrir fólk, sérstaklega þegar í bíli annað eða vart með einhvern sem er að fá sér, alltaf að bjóða fólki að hnusa. Já. Viltu smá sniff? Já, það er nýja trendi. Já, því að þú veist aldrei hvort það sé einhvern sem fílar lyktina, sko. Myndur, svona myndufíklar. Sko. Ok. En já, skruf, við kunnum þeim bestu þakki fyrir. Og þeir eru konum með okkur hérna núna í samstarf. Já. Svo er það, næsta frétt, úr þessu sveltum morgunkotnið þínu yfir í hvað erum við með hérna? Við erum með ölgerðina til dæmis. Nú er ölgerðin vel henn hótbóð. Það var hann að 3-föld eftirspurn í A-bók og 5-föld í B. Og þetta eru tæplega 7.000 nýjir hluthafar sem er að bætast þarna í hóp eiganda. Okay. Og
Já, þetta í rauninni sko, það talað hérna að sem sagt, B-bókin hafi verið að loka á 10,03 Akkurat og A-bókin var náttúrulega först í 8,9 Já Þetta A-bókin fyrir þá sem að buðu undir 20 milljónir Þeir voru skertir Já, það voru skerðingar Það voru skerðingar sko við náttúrulega ræddum það við andra hvernig hérna það ferli var hérna, hvað segir maður? Ertu að tala umfram eftirspurnina eða hollenska uppboðið? Já, hollenska uppboðið. Það er bara að fólk getur hlustað á Ölgerðarþáttinn. Hvernig fyrirkomulagið var á því, það var orðið sem var leitað. Já, ásækja mig. En já, þetta sem þýðir það að stokkurinn, ég meina, þú veist, það þýðir ekki endilega hann opni á 10,03. En það verður vissulega viðmiðuna verðið. Svo þessi pre-market sem að rúlar bara þarna korteri fyrir. Já. Og þar verða væntanlega einhverjar sveiflur og þar getur fólk séð bara hvernig þetta mun fara fyrir opnun. En fyrir allra gröðustu, hvað kallum við, retail investorana? Já. Smásölu fjárfesta. Já, smásölu fjárfestana. Ég kalla þetta netbankakúreka. Já, netbankakúreka, það er mjög gott sko. Sem að telja 1% þóknun inn í netbankanum fyrir alla frábæru þjónustuna. Þá þetta 12,3% munur þarna úr 8,9 fyrir 10. Já, einmitt. Og það einmitt svona eins og ég segi, það kannski ekki hægt að líta á þetta sem instant gróða, þú veist, við vitum ekki hvað þetta opnar í rauninni, en ég myndi ekki setja krónumerki í augun. Setji auramerki í augun. Já, það er gott að fara með lágar væntingar. En það verður, þú veist, það verður hasar á markaðnum. Ég ætla ekki að fara að segja hvort það fari upp eða niður, en það verður hasar á pre-market, sko. Já. Það er ekki spurning og svo þetta oft þannig maður hefur heyrt að það er búið að semja. Það er búið að semja oft fyrirfram, sko. Fyrir opnanir, sko. Þú veist, eftir að útboði líkur, milli útboði líkur og milli opnanir. Þú veist, ég er ekkert að segja að það gerist hérna. Það er ekkert hér, ég hef engar heimildi fyrir því. En, þú veist, það þá bara netbankakúrekarnir einhvers staðar að rotta sig saman? Nei, ég bara þekki hvernig það virkar í praxi, sko. En þú veist, það er gert, sko. Já, akkurat. Og þannig að þú veist, bara eins og ég segi, ég er bara spenntur að sjá. En já, svo erum við með fleira hérna. Hvað, þú varst með eitthvað handa mér hérna í dag? Sko, ég er eiginlega bara með eini djúsin sem ég ætla að kreista í dag. Það er milljónamæringu vikunar. My OC Son. Á ég bara fara í hann eða? Já, hvað með það? Það er ekki bara. Já. Og sko, fyrir þá sem það ekki vita, þá er þetta annar ríkasti maður Japans. Þegar þetta var skrifað síðustu viku, svo leit ég aftur í morgun, þá var hún orðinn ríkasti maður Japans. Þannig að skjótt skipast við í lofti. Já, þetta er svona, hann er á reiki, hann er allavega hann er vel auðugur í Japani. Og það sem að vakti athygli fyrir utan, hann á Softbank. Hefur heyrt talað um Softbank? Já. Rísa fjárfestingarmur úr austri sem að hóf innreið til vesturs fyrir einhverjum 30 árum síðan. Og hann er búinn að vera ansi fyrirferðar mikill. En allavega, nokkrir punktar til að stikla á. Hann á stærsta tap sögunar árið 2000 þegar hann tapaði 70 biljón bandaríkjadollurum .com hruninu. Hann fór þungur inn í .com og það eru einhverjar biljónir íslenskar króna, sko. Já, og það kemur inn á minnum mig eitthvað kvót það, hvað hann er góður í eða lélegur í að fjárfesta, en samt hefur hann náð að taka nokkra svakalega vinnera, sko. Já, hann hefur allavega eitthvað rifið sig upp úr þessari greiðslu. Já, það fylgir sér söguna, þegar hann er búinn að tapa á eiginlega öllum fjárfestingum sem hann hefur farið í, var þetta skrifað, sko. En þannig farið svona tilbaka, stofnaði Softbank 81 og er búinn að fara í yfir 100 fjárfestingar, það sem mikill meirihluti hefur floppað, þúsundir væntanlega, sko. Og tala var á tímabili að orðspor hann sem fjárfestir hvíldi nær einungis á því að hann fór inn í Alibaba fyrir .com, þar sem hann breytti 20 miljón dollara fjárfestingu, sem er hvað, það er 2 milljarðar, getur við ekki sagt það? Já, 2,56 whatever á þessum tíma. Nei, byrju 20 milljónir? Miljón dollara. Já, það er meira en það. Það? Var ekki, krónan var eiginlega bara 100? Já, það er bara 2, þú veist, hvað er þetta? Já, Já. Og hann náði að ræta það upp í 130 sem sagt miljard bandaríkjadollara 2018. Ég veit ekki hvað hann er búinn að losa af því
síðan sko, því að Alibaba náttúrulega bara búið að vera í höngi eftir að þeim var bannað IPO-a. Já, einmitt. Þarna kínverska ríkið steig inn í. Einmitt. En þannig fara aðeins aftur í söguna. Hann í raun Kóreubúi af kínverskum ættum. Og þeir telja alveg 20 liðið aftur í tíman hérna í einhver ættabók sem ég fann hann sko. Já. En hann sem sagt original Chinese. Svo eru 20 liðir sem búi í hérna Kóreu. Já. Svo flytta mamma og pappi til Japan. Okay. Þannig að hann fæðist í Japan. Já. Þau voru bara búin að vera í 20 kynslóðir í Suður-Kóreu. Já. Og þau flytja svo til Kína. Nei, þau voru sko original Chinese. Já. Svo búa þau greinilega 20 ætlið í Kóreu. Já. Sem ekki, ég veit ekki hvað margar aldir sko. Svo flytja mamma og pappi til Japan. Já. En hann titlaður sko í raun Kóreubúi sem býr í Japan, fæðist í Japan. Þú veist ættsaga þetta. Já, og það meira sér til orðið yfir þetta. Það kallast Zainichi Korean. Okay. Að þú veist, það er sem sagt svona Japanese descent. Og því hitti Kitta í keldunni í morgun. Hann var með spurningu til þín. Nú? Hvað kallað þú mann sem alinn upp á mölinni en báðir foreldrar utan að landi? Er það ekki bara Malbyggs barn eða eitthvað? Ég veit það ekki. Jú, það er hárrétt. Það ekki? Jú, Malbyggs barn. Já. Takk fyrir það. Já, þar hefur Kitti Malbyggs barn. Þá var það komið. Takk Kitti. Já, hann sem sagt 64 ára í dag. Og ég segi aftur nafnið. Ekki Kitti? Nei, jú, Kitti. Kitti, rétt rúmlega 20. Já. Þetta bara, it's a young blood. Já, hann samt að byrja að barna. Hann á vona á... Það er svolítið. Nóvember, já, hann eitthvað 23-24. Já, en hann 64 ára í anda, eins og My Aussie Son. Já. Og fyrsta braski kom þegar hann var 19 ára. Í skóla. Já. Flutti ungu til San Francisco, fari í Berkeley, sem einn af þessum fínu í kringu San Francisco. Já. Og með aðstoð kennarana sinna bjóð hann til einhvers konar þýðingarforrit sem að ég náði hann reyndar, ég kynnti mér ekkert frekar sko. Það hefur verið, hvað sagði hann væri? 60, hvað gamall? Hann 64 ára 64. Og þetta þegar hann Er hann að búa til eitthvað forrit þá? Já. Það hefur verið erfið forritin sko. Já, með Þessi gæjar alveg með heila. Já, með kennarunum sínum. Þannig að þeir eru einhverju kanar, litli óþólandi í Japani vill fara að búa til eitthvað forrit sko. Búa til eitthvað þýðingarforrit sem hann síðan seldi hérna, ég er ekki alveg með researchi á hreinu, einu fyrirtæki á tæplega $450,000, það á sko. Já. Þetta er bara svona eins og Elon Musk sko. Hann, þú veist, hann var eitthvað 19 þegar hann bjóð til sitt fyrsta forrit. Já, ég líka hugsa sko. $500 sko. Zuckerbergin gerði það sama. Já. Oleg Tinkov, já, rússavinnur okkar, sem tókum daginn, hann var í sama. Já. Ég ætla núna bara fara að ráða með einhvern agent. Ef ég veit einhvern sem er að braski í menntaskóla, þá ætla ég bara að fara að betta á hann. Bara ég tek þátt. Já, taka hann upp á þína arma. Já, bara þú veist, ég vil vita hver er að braski í menntaskóla. Því að það ber þess merki að viðkomandi sé einhvers konar séni, sko. Já, klálega. Held ég. Já. Svo eru náttúrulega margir sem eru í alls konar slæmu braski í menntaskóla sem við viljum ekki týta. Nei, ok. Við höfum aldrei komið nála því. Já. Svo bara stutt setna, eitthvað ári setna, býr hann til svipaðan pening, sem aðrar tæplega 60 milljónir eða eitthvað. Því að þá fyrir hann að byrja að flytja inn leikjatölu frá Japan og setja upp og selja öllum á vistinni í háskólanum hjá sér í Bandaríkjunum. Þá var Japan á undan í þú veist, einhverjum svona, ég held þetta að vera meira að minna bara svona spilakassar. Já. Eins og Tetris og spilaðar upp. Já, bara þessar eldgömlu leikjavélar. Og hann var bara að fá lán frá byrgjum til þess að koma sér til Bandaríkjana, selja nemendum, setta upp. Og kassaði vel út af því, þannig að þetta eru alvöru frumkvöla geni í kauða. Útskrifaðist ég með BA í hagfræði og partíð hóst ekki alveg þá, því að þegar hann klára skóla 1980, þá tók hann sér 1,5 ár í að bara lesa og kynna sér næstu skref. Og það talaði að fjölskyldan á þessum tíma og komið konu þarna var að verða biluð á honum. Því hann bara vildi ekki vinna, hann vildi ekki sækja vinnu, hann var bara, ég er bara að researcha næstu hugmynd sko. Þetta er svona svo Think Week, hann tók bara, bara 18 mánuði. Think Year, Think 18 months. Þannig að sko, ef við finnum hennan gutta í menntaskóla eða stelpu sem er að braska, kassa hann aðeins út. Setja þennan aðalega bara inn í eitthvað herbergi. Já, og gefa 1,5 ár og það verður eitthvað stórt til. Heyrðu, hann átti náttúrulega smá pening úr þessu braski og 18 mánuðum seinna þá tekur hann semst $80,000 sem á sparnaðurinn hans og stofnar Softbank sem átt að fara eftir einum ört stækkandi microchips markaði. Hvað er hann gamall hann að segja? 1980. Hvað er hann? 20... Hann er örugglega svona með 23 eða eitthvað. Já, og
og þá var þetta var að komast inn í allt sem nefnist heimilistæki, tölvur, name it í Japan, hann út í Japan hana og hann tók stóran hluta þessum pening sem hann hafði sparað sér og setti í stönd, hann legði risa bás á stærstu svona heimilistækjasýningu í Japan, sem var í Tókjó og það sem hann gerði, hann samdi við öll stærstu hugbúnaðarfyrirtækin í Japan að þið komið á básinn minn og fá að vera frítt ég leigi stærsta básinn þið fáið frítt space og þetta var voða poppað, hann mætti mökkur af fólki og þetta var umtalað því að það voru öll stærstu hugbúnaðarfyrirtækin á básnum hans vandamáli var að allir byrgjarnir sem mættu sömdu bara beint við hugbúnaðarfyrirtækin þau voru ekkert að semja við Softbank og þá talaði þetta hafi verið svolítið failure sko, og hann fekk í rauninni bara 5% af fjárfestingu tilbaka nema hvað það gerist að einhvern dögum eftir hringir einhver maður að nafni Josin Denkin í okkar mann, Mayoshi-san til hann vantaði hugbúnað spurði hvort hann hefði tími fund en hann sagðist þér of upptekinn og það var raun og til hann átti ekki pening til að komast á fundin sem hann var í einhverjum öðrum bæ þarna í Japan það sem Son vissi ekki var að þetta var 3. stærsta heimilistækjabúðin í Japan og þú veist, hann var bara búin að offa fundinum og til hann held bara hann hefði ekki bólmagn í þetta blessunlega, þá gafst gaurinn ekki upp hringdi aftur og aftur þá til að enda náða hvernig ætli hann hafi fengið fregnir á honum bara, þú veist og til hann með hann bás og er það málið það? Já, var þessi aðeins á staðnum eða var já, hann hafði mætt, tekið kontaktkart og ekki haft samband beint við öll hugbúnaðarfyrirtækin heldur var þetta einn af fáum sem raunverulega bara hafði samband við þannig hann virðist ætla að hafa eitthvað upp úr þessu eftir allt saman og Mayoshi mættur svolítið stór á fundin og hann sagði við þá ef þið ætlaði að vera stærsti tölvudílerinn í Japan þá þurfið þið stærsta hugbúnaðardreifingarfyrirtæki í Japan það er ég bara á bullshitinu sko en þessi fyrstu ár þá næra hann taka veltuna úr einhverjum 10.000 bandaríkjadólarum sem tæplega milljón í 2,3 milljónir dollara og hann gerir exclusivity samning við þessa gæja og einhvern veginn kemst hann inn í það að hann inn í öllu hugbúnaðardæminu í því sem þeir eru að selja og nær þannig bara að stækka í rauninni með þessari risa heimilistækja verslun sko. Þetta er skölun sko Já, og hann nær einhvern veginn bara svona henda sem síkill á þennan hísil sko. Talaði að á 4 árum nær hann 50% markaðshlutdeild á þessum markaði en hann var alltaf að skoða næstu skref og fór á sama tíma inn í dreifingu tímarita, netþjónustu og allan fjandann og svo bara byrjar auðurinn að vaksa í veldisvexti þarna hjá honum þarna byrja peningarnir að vinna fyrir hann sko. Já, og það að hann hafi sett pening í cirka 600 mismöndi startup þarna bara á tímabilinu 1984 til 1990 1000 failures Já, og það fylgir einni sko að 2 þeirra gerðu mjög vel hann setti pening í Yahoo sem sprakk út í IPO-unu og Alibaba Ég meina, þú veist, 1000 fyrirtæki það þarf ekki nema 2 að ganga og þá ertu bara golden sko. Akkurat, svo hérna lokapunktur hann skemmtileg saga, því að það elskar allir Jobs mannin sem fann upp músina var það ekki? Ekki vera að minnast það Mayoshi á að þykja einstaklega slingur í networking eða netagerð eins og það kallað íslensku Netagerð, nei Jó, hann er segur í netagerð og frægi vinur Bill Gates og Larry Ellison sem stofnaði Oracle sem er chefi en já, það fylgir þessi saga hann varð vinur Steve Jobs og einhver tíman upp úr 2000 þá hann sko að sína Jobs mynd af svona iPod símalíki sem að hann var sjálfur búinn að teikna upp að hann ætlaði að gera svona iPod nei, iPhone segja Jobs bara snjallsíma já, þetta svona flökusa vákaður og ekki stafur réttur í þessu sko en Jobs á að hafa hlegið á honum tekið blaðið og hendi í rusli og sagst vera að þróa sitt eigið og ég sagði kauði en þegar þú ert tilbúið með þitt þá máttu leyfa mér að selja í Japan á þessum tíma þá átti hann ekki í rauninni símafyrirtæki í Japan eða innviðina til að selja síma en 2006 keypti hann Vodafone í Japan og þegar iPhone-in kemur út þá fær hann exclusive rights á að selja iPhone í Japan og þeir tóku áskriftafjöldas Vodafone úr 16 miljón notenda í 35 miljón áskrifenda 16 miljón áskrifenda í 35 nei, á einhver ára tímabilið minni 2006-2010 og hann það sem hann gerði var að hann gaf síman og smá gagnapakka og svo rukkaði hann áskriftargjöld fyrir notkunina Þetta er náttúrulega bara, já
Þetta er skemmtilegu kall. Þetta svipað mótil náttúrulega eins og Gerði Nóa gerði þetta á sín tíma. Við hefum bara að spurja, já, við komum kannski inn á það eftir. Sem ég mann, en ég ætla að koma fyrst inn á, þegar ég segi la, þá segir þú Vasa. Vasa. Ég held það. Herðu, það er Lavazza sem er búið að vera með okkur hérna í första skaffinu frá næstu í degi 1. Kunnum þeim bestu þakki fyrir það. Og þau eru núna komið með svona ný álhylki. Þau eru úr 100% endurvinnulegu áli. Og þau leggja, eins og ljóst orðið, mikið upp úr umhverfisþættinum, sem er alltaf vel. Og eins og ég sagði hérna síðast, þau eru bara að gera þetta, þú veist, 100%. Já. Og þau eru með þetta, þau eru með sjóð, sem þau eru að nota í verndun skóga og annað. Nú, eitthvað kolumspett. Já, þetta er alveg, eins og ég segi, þetta er alveg gjörsamlega 100%. Þau eru að planta trjám þarna bara til að jafna kolefnið og... Allt er vænt sem er grænt? Algjörlega. Og þetta er bara net carbon zero. Það er í rauninni ekkert flóknar það. Og þú ert ennþá að drekka gullin, hann er svona elegant. Já, það er Arabica í honum. Ég er meira fyrir þá bön. Sumir í, hvað heitir hún, Robica, Robusta? Já, ég er náttúrulega í hinu fjólubláa. Koffi, Robusta. Ég fer ekkert út af sporinu með það. En Lavazza, kíkja á það. Já. Ég ætla að klára eitt með Mayosi. Já. Þetta var samt frábært innslag. Já. Hann á frábært kvót. Og ég hef alltaf verið að taka kvót eftir þetta fólk. Og það er einfallega, ég er maður, svo ég vil vera nummer 1. Já. Þetta sagði hann. Það er bara punktur. I'm a man, so I want to be number 1. Er það ekki eðli mannsins? Jú. Og Mayosi, það er eðli Mayosi son. Já. Að lokum, hann á í dag í Bandaríkjunum 4. stærsta símfyrirtæki sem heitir Sprint. Keypti því 2013, setti hann einhverja 21 miljard bandaríkjadala dollara. Það lækkaði Softbank miljard. Þetta er svipað á Muskarinn að kaupa í Twitter. Þeir vissi að hann þurfti að fjármagna með bréfum og Tesla. Þannig þetta lækkaði. Það var kallað Merger of Losers. Og svo stofnaði hann Vision Fund hérna 2017. Það voru 100 miljardar bandaríkjadollara. Vision Fund, hvað er það einhver sérstök stærsta fjárfestingin? Já, þetta var bara vísindasjóður. Er það brandið? Nei, þetta er Softbank fekk fleiri fjárfesta með sér í lið til að stofna svona sjóð sem átt að fjárfesta í fyrirtækjum sem að myndu vera þau stærstu til næstu 300 ára. Hann er með 300 ára plan fyrir Softbank. Ég hef lesið 30 ára planið hans. Ég gerði 30 ára plan fyrir Lort í lauginni út af því að Softbank var með 30 ára plan. Þetta á maður að gera 30 ára plan. Já, þú veist, ég minna... Það er ekkert viti öðru. Við höfum sagt að við erum með 30 ára plan fyrir Pinguna. Og það er bara Mayosi son að þakka. Alveg til að loka þessu að frægasta fyrirtæki að því sem hann sett inn í er WeWork. Og ég held að séu komnið þættir þvæluna sem átt sér stað þar. Þú kannast við Rekus eða ekki, skrifstofulegu? Jú. WeWork er það sama, nema þeir bara náðu aldrei að verða profitable og það var bara einhver ævintýrið þvæla. Og hann afskrifaði einhvern pening þar. Hann á líka svona stærstu rideshare-in í Kína, Kóreu og Indlandi. Ég held að hann hafi ekki farið þungurinn í Uber eða Lyft en hann tók sömu konsept í Asíu. Og í þeim. Það er skemmtilegt sko, þú veist það er gert grín á honum, hann er uppnefndur einhver failure og eitthvað svona, þú veist þetta er ríkasti maður í Japan. Já. Þú veist, hvað, í síðustu viku? Já. Næst ríkastur í dag. Næst ríkastur í dag. Býtu, ég skal taka alveg örugglega. Þú veist, er þetta ekki bara góður punktur með þetta, bara sá hlæðir best sem síðast hlæðir? Jú. Hann er nú ekki dauður, en hann er vissulega kominn svona nánast inn á íslenskan eftirlaunaaldur sko. Já, akkurat. Þannig að hann gæti liquidatað og farið í gott frí, það er nokkuð ljóst. Þetta er alveg, við þurfum að setja þessa mynda á hann bara í lofti sko. Ég var til eigin bara upp á vegg. Þetta er sjefi sko. Já, algjör sjefi. Hann er ekki í þessum til að eignast vini. Nei. Fólk getur googlað hann. Já, Mayosi son. En við langaði samt aðeins að koma inn á það út þegar vorum að tala útboð ölgerðarinnar. Já. Það er náttúrulega eins og einhverjir hafa tekið eftir útboð hjá Nova. Það er á næsta leiti. Og við ætlum að fá Margréti Tryggvadóttur, forstjóra, til okkar í spjall ásamt Magnúsi markastjóra og við náttúrulega höfum bara sama fyrirkomulag síðast, þetta verða 2 þættir annar fer við greiningu og seinni verður viðtalið. Já. Þannig að við mælum með því að fólk hlusta á þann þátt. Já. Það verður stórmerkilegu þáttur. Já, og gott að halda verðandi fjárfestum upplýstum. Já, klárt, og það þarf að veita aðhald í þessu. Já. Okkur veita aðhald. Já. Og
Já, Ef að fólk hvort okkur sko. er með spurningar sem það vil koma til Möggu Möggu og Magga Já. Þá endilega setja það inn á Dýbind og Pingjan Joinið Dýbind og Pingjan eða senda okkur persónulega Já, og við munum vera með þráði líka Já, er ekki best að safna þessu þar? Jó, ég held að Já Það voru Ég held að megin parturinn af því sem við spurðum andra það kom frá hlustendum Já. Ég hafði ekkert við hann að segja Nei, það var verið að spyrja okkur Það var verið að senda dóltið svona prívat Fólk er greinilega eitthvað smá feimið við þetta Já, það er bara svo það er En svo vil ég til með að minna að Breið og Kó. Þau eru með nýtt bakari og kaffihús og bílalúgu, takk fyrir. Ég fór á það. Já. Þú fórst? Já. Ok. Ég fekk mér hérna rúnstykki. Já, þú náður ekki tilboðinu, eða það? Þau eru nefnilega með morgun tilboð. Þau kalla þetta morgunbollu með skinku og osti og kaffið eigin vali á 650. Ég kalla þetta dögurð, þetta var það sem ég fekk mér hérna fyrir hádegismat. Já, dögurð. Og svo er croissant með skinku og osti og kaffi eigin vali á 850 og þetta er bara, hér er bara að ræða gjöfin ekki gjald og svo er það 15 ára föstudagur pizzadegin og opnunartíminn, þetta er opnar eldsam mótna 7-5 helgar 8-6 þannig að bara ekki spurning beint á Brauð og Kó. Langbesta brauðið að mínum mati, það er klárt sko. Það er líka eitt skemmtilegt. Þú þekkir það, ég er diggur sko. Já, ég er alltaf með Brauð og Kó mjög diggur. Ég er svolítið komin í súrdegstestið. Þú veist að þú ert með alvöru quality súrdegsbrauð eða það eru bara 4 ingredients. Þannig ég hveti ykkur næstir út í búð að þið sjáu súrdegsbrauð, ekki láta blekkjast. Nei. Það er alls konar rugg sett í þetta. Það er bara max 4. Já, hjá þeim. Ég man ekki einu sinni, þau eru með súrdegin, svo er það hunang, náttúrulega olja. Já, hvað var síðast? Við fengum kynningun á þessu. Já, það er dassa saltið það. Já, ég veit bara, þetta eru 4 max, allt yfir það, nei takk. Ekki minn malla kút. Ég segi það sko. En heiði, þetta er svona, við förum nú bara að vera tæmdir. Þetta var bara létt og skömm yfirferð á fréttaefni vikunar. Þetta var fín vika. Og fín vika í fréttum, náttúrulega á næga taka þannig, en við viljum bara halda okkur við svona það skemmtilegasta í þessu. Næsta vika verður svakaleg. Já, svo er náttúrulega líka hasar á TVR og milli hans Arnar Sigurssonar og á TVR og fleira. Já. Það er svo sem á næga taka þar líka. Bara sagðan endalösa. Jú. Þannig að það er við eigum nóginni. Já, en við stiðum frelsið, svo það kom fram. Ég segi það. Er það ekki? Herðu, kæra þakki fyrir í dag. Já. Yndislega helgi. Góða helgi. Gangi hratt gleðina dyr.